mættir karlmenn til að skrásetja sig og sitt fólk í sinni ættborg. Jósef fór þá til borgarinnar Nasaret, til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, til að láta skrásetja sig ásamt Maríu konu sinni sem var þá ófrísk. Það eins gott, ég alveg uppgefin. Ó, Jósef, ég held að barnið sé að fæðast. Hvaða læti er þetta hvað viljið þið, herbergi? Hvernig getur þú það í hug? Það fylgist allir með að væta og kynna Davíð. Ég velti mig alltaf andstaðar. Hvað gerum við þá? Þið skilur þá við túsjaðir einnig óþjóðið að það út í snuðinni. Á meðan þið voru þar kom að því að María skyldi fæða barnið, fæddi hann dreng og varði hann í reyðum og lagði hann í jötu. Í sumum byggðum voru fjárhirðar úti í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Nóttin var svo ágætin í allri veröld ljósið skein. Það nú heimsins grautamein að þekkja þeim sem væri. Með vísna söng ég vögguna þína hræri. Með vísna söng ég vögguna þína hræri. Enginn sem drottins bókaði og líf drottins hljómaði í kringum þá undir húsveggjum. Veri óhætt, þið okkur mikinn höggur, rensari fæddur sem Kristur drottinn. Hlustið nú vel, þið munið finna úlfan reifa og liggja nýjum. Og leið var fjöldi himneskra hersveita með þeim sem lofuðu Guð og sögðu. Dýr sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með þeim mönnum sem hann hefur velt okkur á. Þegar englarnir voru farnir til heimsins, sögðu hirðarnir hver við annan. Við skulum fara beint til Betlehem. Við skulum sjá hvað hefur gerst. Og drottin hefur látið okkur vita. Hirðarnir drífu sig af stað og fundu bæði Maríu og Jósef og ungabarnið sem lá í jötu. En þegar þeir sáu það sögðu þeir frá því sem þeim hafði verið sagt þetta barn. Við sáum engil, marga engla. Þeir sögðu okkur frá barninu. Hann er frelsari, hann er Kristur drottinn. Heimsins væri.
sjáumst